Góðan daginn, komið sæl blessuð. Ég ánægilegt að vera hérna og kynna þetta doktorsverkefni mitt sem öll gagnasöfn fór fram í hérna á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Og í rauninni þróaðist hér sem ég byrjaði að vera verkefnastjóri hér fyrir margt löngu og þá byrjaði að kveikja á þessu verkefni og ég byrjaði að þróa hjúkrunarfræðingum. En persónumiðuð nálgun, það lykilþáttur í gæðum heilbrigðisþjónustu og endurhæfingar og við það kemur nú, sem sagt, við erum talað þessa heilbrigðisstefnu sem gefin út nú 19 en til 2030, það sem mikil áhersla á virka þáttöku notenda og notendamiðaða nálgun, þannig að ég sá þetta fyrir 20 árum síðan sko. en svo eru þessi náttúrulega HÚ og fleiri alþjóðasamtök sem eru mjög sterk með að þetta eitt lykilþáttur geðþjónustu. Nú varðandi þekkingargrunnin, af hverju þetta hverju skilar þessu að þjónustan sé persónumiðuð og það komið svona mjög sterkur grunnur fyrir þessu fyrstu aukin ánægju sjúklinga og bætt samskipti og bætt sálarlega líðan. Og það að koma sterkari grunnur fyrir líkamlega framfarin og aukin geta til sjálfsömur. Það ekki eins sterkur grunnur fyrir því. Nú, persónulega matstæki Hermes sem getur sjálfsmat hér til að byrja með, að það sem sagt byggt á vísindalegum og heimspekilegum grunni. Það byggt á persónulegum matstækjum sem þá bæði hjúkrun og yfirþjálfun, COPM og geðhjúkrun og einnig persónulega samþættum rannsóknum með persónulega þátttöku sjúklinga sem grein sem byrktist 2014 og var hluti af doktorsgerminni og við fengið fullt af síðan. En þetta byggist líka á túlkandi og tilvistarheimspeki fyrirbærafræði og ég ætla að útskýra hana og svo gera ómikið af því. En svo byggðist á heilsufarslyklum Gordon sem upplýsingasöfnin hjúkrun sem eru sálfélagslegir og líkamlegir þættir. En fyrirbærafræðin nálgun, það kannski var nýtt þetta matstæki að við erum að nota þessa fyrirbærafræðin nálgun sem jú heimspeki og notum mikið í rannsóknum. En hvernig maður notar þetta í klíník, það sem sagt reynsla og fóstraveikindum komið fram og maðurinn túlkandi vera, það hættagerð, það svo hugmyndin og maðurinn notar tungumál og samræðu til að skilja aðstæður sínar og fá hann heildaran skilning og einnig það merking veikinda og snýst það truflanir sem hafa daglegt líf. Það svona grundvallaratriði. Svo svona líkömmun sem líkami og sálu þetta sama, ég get alltaf ekki að útskýra það því ég vil lesa greinina til það er ekki pælinga en skiptir mjög mjög máli slíktum ára. En Hermes, þetta matstæki sem fékk nafnið Hermes, það hermeneutics, það sem sagt túlkandi fyrirbærafræði. Þetta var guðinn sem fór til, gríski guðinn sem fór til frá sem þú skila til guðana til mannfólksins. En það þetta túlkandi samræða, túlkun sem og það svona Hermes matstæki þetta byggist á túlkun og það þá bæði, þetta bæði uppbygging og strúktúr og þetta byggist upp á því að það ýmislegt annað en það mest áhersla á hvað velda óþægindum að trufla daglegt líf og síðan hvaða heilsufærþættir eru það sem trufla til lífið. Og síðan eru þeir þá listaðir svolítið niður samkvæmt heilsufarslyklum sem þá andlegu líkamlegu félagslegir þættir og vitrænir. Og ef við tökum svona dæmi þetta, þá svefninn sem númer 5, sem líkill númer 5. Þetta svona breiðar spurningar sem 27 til að byrja með, svona breiðar spurningar. Erfiðleika að sofna, svefn ekki útfylgdur og svo ef það já eða nei, þá það ekki. En nei, þá sem sagt lýsir viðkomandi því með vísbúandi hvattur til samræðu það, ígrundandi samræðu það og svo sem sagt þessi skali líka. Og þannig sjá við í byrjun að þetta lykiltruflun eftir við útskrift minni sem þó
En það ekki áherslu á túlkun og þessa samræðu hvað meinar það, hvað segir já, svona opna, með andlega líðan getur sagt eitthvað andlega líðaninni. Þannig að það þetta svona lykilþættirnir í Hermes, hátt sem á struktúrin. Og þetta var þessa birting sem var á þessi grein sem þarna. En ég ætla ekki að telja hana. En núna matstækið það notað á Kristnesi á báðum endurhæfingardeildir fyrir fullorðna og svo fyrir aldraða, en þessi deildir nú að sameinast. Það mjög sterkari notkun fyrir fullorðna. Nú svo það líka, var það líka notað á Reykjalund og 2 deildum og í Hveragerði þá sigurinn notaður. Og ég hef ekki fylgjað með notkun þessu sér. Og þetta rannsókn sem ég ekki tala sem var þá þessi etnografsrannsókn eða vettvangsathugun. Og það í rauninni að markmiðið var að kanna notendagildi Hermes við að stuðla persónulegum þátttöku sjúklinga í heilsufarsmati og við persónulegum sjúklinga langvinna verki Við ákváðum að taka langvinna verki, langvinna verki vegna þetta var hópur sem var stærsti hópurinn, sjúklingahópurinn á Kristnesi á þessum tíma. Og það var svona gott að taka allir í einu og svona, það var ákveðin svona bara praktísk atriði sem við ákváðum að taka þá sjúklinga sérstaklega. Og það var sem sagt rannsóknaraðferðin sem þá vettvangsathugun og ég vil langa sýningu bara þessi etnografía, að maður fer á vettvang á deild í þessu samhengi, bara kemur með og rannsakarnir þá athugandi sem kemur og skoðar vettvanginn, samskipti, siði og venjur og svo framvegis og skoðar það allt frá heildrænu sjónarhorni sem mjög spennandi. En ég ætla að segja, ég verð nú að fókusa á þetta, ég var nú að fókusa á hvernig þá Hermes var notað þá sérstaklega, sem sérstak vettvangsrannsókn. Nú gagnasöfnunin, það voru 14 sjúklingar með ákveðna verki og hjúkrunarfræðingar sem að fókusin var aðallega á hjúkrun, það mest notað í hjúkrun, eins og voru fleiri starfsfólk með sem var mjög mjög að sjá og hvernig það var að virka sem þverfælega samstarf og svo áfram. Og það var þessi vettvangsathugun sem ég var á vettvangi, þetta var í 10 mánuði, þetta var alls ekki samt svona langur tími, þetta var svona kringum þegar sjúklingarnir kom inn, það var svona 4 dagar og þetta voru 6 hópar og þetta var þá bæði líka tölhálstölu við fólki og svo viðtölum sem ég horfði á gegnum Hermes hvernig þetta fór sem okkur, það var mjög mikið gagnasöfnun. Og þetta var greint með þemagreiningu. Nú, niðurstöðurnar að sem sagt að voru þar að sem sagt að áhrif veikindanna voru tilgreind gegnum opnarstiðandi samræður og var aukinn skilningur á aðstæðum og heilsufarsástandi heild og Hermes gat nýst til að bregðast við heilsufarsvanda. Nú, svo við komum nánar að þessu að þá sem sagt kom það fram að heildræn áhrif veikindanna voru tilgreind gegnum stiðandi tengsl og opnar samræður og þegar þessu matstæki fylgst eftir það koma þetta sem heildræna sýn en það sem ég fannst líkt við þetta það var mjög áhugavert að hjúkrunarfræðingar þau þróað svona mjög svona hvað ég segja árangursríka samtalstækni sem beindist talsvert á áhugaverandi viðtölum, það var svona opnar samræður túlkandi og þessi nánd, hvernig það nálguðist fólk, þetta skiptir allt máli að þessi nálgun, ég ætla kannski get ekki fara alveg í hana, en það maður sá hana, fólk var að hlusta á fólk og samlega þetta og sjúklingarnir voru mjög ánægðir með þessi viðtöl. Það var svona, allir ánægðir, svona mjög ánægðir, þannig að þetta er alveg hægt í svona viðtölum og þetta getur verið erfitt þegar maður tóð og fólk bara að trufla stöðugt, en það kom svona flæði í viðtalinu sem sagt í rauninni var áhugavert að sjá hvernig þetta hafi þróast starfræðandi þetta. Nú, það sem kannski tökum dæmi hérna síðan þetta sem hjúkrunarfræðingar segja, þetta var hjálplegt að spyrja markvisst og þú nærmið djúpum upplýsingum, einstaklega andlega og félagslega þætti sem hjúkrunarfræðingar sögðu þeim að þetta er heildrænt af því að maður einmitt að spyrja sérstaklega svona
að maður þarf að fólk alltaf að taka afstöðu til hlutana. Þetta voru fólk með langvinnaverki og það komu svo sem fram þessir þættir þarna sem við þekktum að verkifræta, þyngdarbreytingar, það var kannski ekki alltaf í svona literatúrnum mjög sterkt en það minnistruflanir kom mjög sterkt fram og svefntruflanir, kvíði, erfiðleika og heimilisstörf, þyngdarbreytingar og vandamál á félagslegum toga. Þannig að þetta samræmdi svona literatúrnum að mörgu leyti. Og mér fannst mjög áhugavert því nú lesum við hóp en það mjög áhugavert hvernig í rauninni einbeitingin, það kom rosalega sterkt fram hvernig og minnið og einbeitingin að það sjáum við þarna hvernig maður ræðir einbeitinguna. Hvernig einbeitingin það fyrir svolítið eftir hvernig ég verkjuð verði að segja rosalega pirruð, hef ekki tröskuld en ég get alveg, maður búin að nota sig það þegar það engin líka þegar þeir segja þetta horfa út glugg í lest og ég lokaði alla leikina. Og hugurinn er þá fullt, þá fyrir við hjúkrunarfræðingur að spegla hjúkrunarfræðingur enn einn og sjúklingar tvær og þannig að þá kemur svo speglun og við sjúklingurinn segja þarna, ég ætla kannski ekki að lesa þetta, og svo kemur sem sagt hvað er þetta truflaði mikið og þá fyrir sjúklingurinn hugsa, já, það næri ekki að truflaði mjög sérstaklega mikið, það hefur satt mikil áhrif þannig að þú mátt alveg setja þetta svona mikið. Nú andleg líðan, hún er svona rædd og ég sé að þetta er náttúrulega dálítið mikið hann sem er saman á glærunni og þannig ég hveti bara svona aðeins til að lesa þetta og sjá hvernig þú samræðan fer sem kemur túlkun sem þú finnur fyrir depur og sektarkennd og hvað viltu segja mér, hvað er það truflaði mikið, talsvert. Þannig að þetta svona þræðist, þetta er verkirnir, þetta trufla heimilislífið og Nú getur þetta mismunandi hvað fólk talaði mikið og mismunandi var djúpt og túlkandi en svona það var þetta ívaf allavega. Nú það sem kom fram að það var það sem er svona kannski drifkraftur fyrir Hermes og Afton hefur breyst áfram að það er hjúkrunarfræðingar að fá aukin skilning og meðvitund heilsufarsvanda. Og það kom mjög sterkt fram fyrir rannsóknir líka. Og einnig kom þetta frá sjúklingunum líka, ég átti að betra ástandinu. Þetta kom samt ekki eins sterkt og ég hélt að hefði gera, en það var vegna þess að ég talaði við fólki talsvert löngu eftir viðtölin og þá var það kannski að muna hlutina mismunandi. Þannig að það var ákveðin gallinn að rannsókna hjá mér. En svo var það svona sem var ekki kannski alveg nógu gott að þetta gat nýst að koma alveg heilsufarslega ágefni og ég sá að það gerði það stundum að hjúkrunarfræðingar gripust eftir sínu samt svefn og annað og ég setti ský fyrir sólina og ánægði sumir voru sjúklingar voru ánægðir að þetta fylgja sumum öðrum ekki og sumir sjúklingar sögðu þetta var mjög gott að vita en ég hefði vilja fá meira, það væri meira fyllt eftir og þá voru það vísað til hjúkrunarfræðingar en og þarna það var gott að sjá hjúkrunargreiningar þessi hjúkrunarvandamál stáðust eiginlega á Hermes þegar maður verki þá koma hérna fram svo framvegis en hjúkrunargreiningar voru ekki ræddar og þetta skýringi var að það takmörkun nýting Hermes í þverfaglegu starfi og það var að þeir hjúkrunarfræðingar yfirráðgæti verkefni þeir voru eini starfstétt sem var á vöktum og var að vinna helgar þannig að það valdi allir mér talsverðum vonbrigðum en það er bara svona það verður þetta það komið í staniðustur. Þannig að þetta var ekki að nýtast nægilega vel áfram í þverfaglega samstarfinu. Og þannig að og þetta tengdist að vinnuskipulagi og mikið annars og svo kannski hjúkrunarfræðingar voru mikið duglegir að koma framfæri það sem kom fram á Hermes og þetta hefur verið rætt og svo framvegis að vera að skoða þetta allt saman. En samantekt, síðan vorum við líka vantaði samantekt, þannig að það var ekki margt að taka saman hlutina sem að fara yfir og ég er búin að sjá hvað er helst að truflaði nú hvað er mikilvægt fyrir að vinna með það og það er samkvæmt þessu vísindalega grunni mikilvægt að leggja áherslu á það og það var svona aðeins að þróast þarna á þessum tíma og þarna sá ég eitt svona gott viðtal það að þarna við komum að taka saman, samantækti líka í áhugaverðu viðtali. En ég sá það þróast út frá þessu að við gerðum sérstakt blað varðandi þetta að hvað er mikilvægt að vinnublað. Hérna er það heilsufarslandi sem að trufla hvað er mikilvægt að vinna með það. Það er ekki alveg sama að vera truflaði
og þetta sýnt sig að skipta máli í rannsóknum, þannig að það búið að bæta þessu inn núna eftir þessa rannsókn. En það sem að svona hefur þetta þróast, að þetta, eins og segir, þetta Hermes stuðlaði að persónum með þátttöku og það samræmis þessu fyrir bæjarfélagi grunni en sem sagt annmarkarnir komið í ljós. Já, og áframhaldandi þróun sem sagt, en hins vegar hefur þetta þróast áfram og núna sem sagt heilmikið að þetta búið að gera rannsókn í Heilsugæslunni Reykjavík og þar var hjúkrunarfræðingur sem að tekur á móti öldruðum, svona hjúkrunarmóttaka fyrir viðkomandi og það læknarnir vísa oft til hjúkrunarfræðinga sjúklingum með fjölþætta vanda sem búið læknarnir búin til allt sem fyrir sem geta. Og þarna nýttist Hermes mjög vel og þarna nýttist í rauninni Hermes þverfaglega því að þarna var samtal milli hjúkrunarfræðings og læknarins og hjúkrunarfræðing hafði allan góðan tíma og það einlega inn kafinn í Heilsugæslunni og svo við erum að fara að ána hring og nú erum við að fara að skoða hvernig þetta öðrum einhverjum á businessi.